En þú ert með íslenskt mál, var það ekki? Nei, ekki. Það er daglegt mál? Já. Þú ert með daglegt mál? Já. Já, og þú ert svo mikill málamaður og þýðir og svona. Ég kom með nokkuð mál hérna með mér, ansi mörg mál svona. Þetta eru svona einstök mál, fróðleg og jafnvel svona málaflokkar. Já, ég skil. Og þetta sýnast nú vera einföld mál, sko. Þetta hérna mál sýnist vera einföld mál. En þetta getur verið talsvert flókið mál, sko. Til dæmis ef að þetta er svona, sko, þá sjáum við það strax að þetta er alveg vonlaus mál. Sko, en þetta hins vegar, þetta er heila málið. Ég hef verið að spekulera í svona málum undanfarið og þetta er skemmtilegt. Og ég hef komist að því að þessi mál, þau eru búin til hérna heima, þetta er íslenskt mál sem sagt. Já. Það er maður hérna út í bæ sem að stundar svona málatilbúning og vinnur málin mjög vel. Sko, í mínum augum sko, þá er þetta hérna sem sagt höfuðmálið sem ég legg mest áherslu á. Nú, það er hægt að leika sér á ýmsan hátt með svona mál. Til dæmis ef þú sér hérna þessar tvær hendur, sko, að þetta er málið. En þetta er ekkert mál, maður. Ekkert mál. Nei. Nú, svo náttúrulega hægt að leika sér með mál, sko, og stilla þeim svona upp, til dæmis þessum þremur málum. Ég vildi gjarnan stilla þeim upp svona, þetta hérna mál er mjög erfitt mál. Sko, eiginlega alveg vonlaust mál, sko. Og það vill bara vera hér, sko. Og það tekur bara ekki í mál að fara þangað, sko. Og það kemur bara ekki til mála, sko, að það fer bara ekkert á milli mála, sko. Svo þess að það er eiginlega bara best að, skal ég segja, að salta þetta mál. Og ég held bara að við ættum að láta þetta mál bara niður falla. Já, ég vona bara að það falli í góðan jarðveg. Nú en, sko, í sambandi við mála, þá er ekki allt sem sýnist, eins og til dæmis þetta hérna. Þú veist hvað þetta er? Þetta er túrspenni, er það ekki? Já, þetta er of grunnhyggið, sko. Þetta hérna, þetta er það sem málið snýst um. Já, einmitt.